Herði já, við erum að fara að byrja núna á kafla sem heitir aðskiljanlega diffurjöfnur og við þurfum að áður en tæklum sjálft diffurjöfnunar að þá þurfum að læra að heilda þess nýtt föll sem við ekki tækla áður. Þetta kannistu við, 1 deilt með x, ætlum að heilda það verður þá ln af x. En það sem við erum að fara að tækla núna er til dæmis svona 1 deilt með x í öðru. Og hérna virkar ekki að nota ln af x. Þannig að það sem ég byrja að gera er að bara endurskrifa þetta sem svona. Af því að 1 deilt með x í öðru er það sama og x í mínus öðru. Þetta er eins og segja 1 deilt með 5 er sama og 5 í mínus fyrsta. Eða 1 deilt með 5 í öðru er sama og 5 í veldinu mínus öðru. Þetta er það sama. Þannig að ég er bara að gera það sama hérna. 1 deilt með x öðru verður x í mínus öðru. Og svona kunnum við að heilda. Við höfum heildað eitthvað x í ykkur veldi. Þannig að rifjum aðeins upp hvernig það er. Þannig að ef ég ætla að heilda til dæmis x í fjórða dx. Hvað ger ég? Ég byrja að hækka þetta 1. Þannig að þetta verður x í fimmta og ég seti hérna 1 deilt með 5. Af því að þegar þessi 5 kemur inn fyrir framann þá vil ég að hún kanslist út og svo leiðis. Hérna er nákvæmlega sama nema við erum með þessa mínusveldi sem á það til að flækja þetta aðeins. En alveg nákvæmlega sama hugsun. Við byrjum að hækka þetta veldi með 1 og passið ykkur hérna. Maður hefur tilhneigingu til þess að fara þá, já, setja hækka 2 ætla að setja í 3. En það er ekki rétt. Ef við hækkum mínus 2 þá erum við að fara í mínus 1. Þannig þegar við heildum þetta þá setjum við veldið x mínus 1. Ok, en hvað gerist ef við ætlum að diffra þetta? Ef við ætlum að diffra þetta þá kemur mínus 1 hérna fyrir framann. Og við viljum ekki hafa mínus 1 fyrir framann. Þess vegna setji hér mínus, þannig að þessi mínus kanselist út. Alveg eins og ég setti hérna 1,50 hérna, það var til þess að kansela það, þessa 5 sem kemur hérna fyrir framann. Þannig ég set mínus hérna, til þess að kansela þannig hérna mínus, þannig að kemur fyrir framann. Síðan kemur pluss k. Ok. Flækjum þetta, tökum eitt sem dæmi viðbót. Nei, byrju. Það sem ég ætla að gera hérna er að ég ætla að endurskrifa þetta á þessu hérna formi. Þannig að x í mínus fyrsta, þetta verður bara 1 deilt með x. Ok. Nú ætla ég að heilda 1 deilt með x í þriðja. Byrja að endurskrifa það svona. Síðan heilda ég þetta. Ég man það að ég ætla að taka þetta x og hækka veldið 1. Passum á því að það verður þá mínus 2. Nú hvað gerist ef ég myndi diffra þetta hérna? Þá myndi ég fá mínus 2 fyrir framann. Og ég vil ekki fá mínus 2 fyrir framann. Þannig að ég set hérna deilt með 2. Mínus 1 deilt með 2. Pluss k. Og endurskrifa þetta verður mínus 1, 2, x í öðru. Þannig einu sem ég gerði þessu skrifi er að ég setti x í veldinu mínus öðru. Það er það sama og að setja x í öðru undir strik.